Já, góðan daginn, góðir áhorfendur, hjartanlega velkomin hér í Matús Garðabæjarhöllina þar sem við erum að fara að hefja leik í Subway-deildinni. Hér mættir góðir drengir af Ísafirði vestra og þetta næst síðasta umferðin. Ég held að síðasta leikur, heimaleikur Stjörnunnar sé hér seinna í vikunni við Breiðablik. En þetta svona kannski leikur innan stoltu manna. Förum betri yfir það á eftir. Hér verður Skarphéðinn Eiríksson með mér í útsendingunni og við ætlum svona að létt lýsa leiknum. En það eru 8 mínútur í take-offið. Liðskynningin fer bara fram úr salnum og við vonum bara að þið njótið. Endilega gerast áskrifendur að Stjarnan TV straum Stjörnunar. Það gefur okkur aukinn kraft að fá fleiri áskrifendur. En við heyrumst eftir nokkra mínútur og förum þá yfir liðin. Takk fyrir.
Jæja, góðu gestir. Nú við bjóðum velkomin hérna í útsendinguna Skarphéðinn Eiríksson. Velkomin Skarphéðinn. Já, takk fyrir það. Og hérna, hér erum við með góða drengi vestan af fjörðum. Herðu, þetta eru flottir strákar og eru búin að standa sér stórvel í vetur. Þetta er erfitt fyrir liðið að koma inn í úrvalsdeildina sem er, já reyndar, hvað finnst þið með hana Steini, þetta árið? Ég held þetta sé bara hafi verið svona sterkuliðin, tiltölulega mörg, allavega 8 sterk og svo 2 sem eru svona sínu lagari. Og annar liðið Þór á Akureyri kannski í pínu vandræðum út af leikmannamálum. En í þessari stöðu af lið 11 og 12 þau falla víst alltaf. Það er víst þannig. En þá bara að æfa aðeins betur og koma aftur. Já, hér eru við auðvitað í þeirri stöðu að vestri, þeir eru fallnir held ég, eða hvað? Eða hvað? Já, ég held að það sé, þeir séu komnir í þá stöðu. Og hérna, hér er Stjarnan síðan í svona, held ég, nokkuð vonlausum leik að reyna að komast ofar í töfluna. Í topp 4? Já, í topp 4. Það er langur vegur en ekki tölfræðilega ómögulegt. Nei. Og þannig að það er kannski svona eins og fariðir inn í leikinn. Nú, við erum Stjörnumenn, við erum án Gunnar Ólafssonar í kvöld. Já, hann er eitthvað meiddur strákurinn. Hann slasaðist víst í leiknum í Reykjanesbæ í Njarðvíkinni og verður ekki með í kvöld. En að öðru leyti er Stjarnan væntanlega að fara að stilla upp svipura í uppsetningu og verið hefur. Og við sjálfsagt getum gert okkur leikaði að sjá hvort að byrjunarliðin eru klár hérna í startkerfinu. Það er nú ekki búið að klára byrjunarliðin ennþá. En vestri þeir voru óefnir sérstaklega í byrjun móts. Þá töpuðu þeir leikjum með mjög litlu mun. Kannski eitthvað vannmatt. Nú, það er aldrei auðvelt að fara vestur á Ísafjörð og spila. Það er aldrei auðvelt að fara vestur á Ísafjörð. Þangað til alveg þangað út komið þangað. Þá er mjög auðvelt að vera þar. Það er hefur reynsla því á síðkastið. Ég fór nefnilega einu sinni vestur á Ísafjörð og var þar næstu í 2 ár. Sko. Einmitt að spila körfubolta með liði sem hét KFÍ. Já. Ég reyndi að spila nú ekki með KFÍ. Ég spilaði nú einhverja leiki með ungmennafélagi Bolungarvíkur. Já, sem að rann væntanlega saman við vestra. Sem vann, já, væntanlega. Þannig að... En við erum svona, hér er að veljast inn á og byrjunarliðin eru þetta Hlynur Bæringsson hjá Stjörnunni, Rob og Hilmar Smári, Tómas Þórður og Sjón og hérna. Já, þetta er alveg byrjunarlið en það er það nú líka hjá vestra. Þetta er hörkulið. Það þekkjum við nú. Byrjunarliðið Marko og Hilmir og Bosley, Kenja Bosley og ég sé nú ekki meira nr. 7. Það er hérna Alejandro Rubero og hérna og Nemanja já, sem er búinn að vera í áratug fyrir vestan. Erfiður, já. Þetta er komið í gang. Já, vel gert hjá vestramönnum. Já, Hlynur var aðeins á hægur. Spurning hvort það sé ekki hægt að borga fyrir það þarna. Held ég. Hlynur bara skilar þessu tilbaka.
er svona smá. Já, það er gert það stjörnumönnum, en það er smá svona, já, hvað er maður að segja, fyrstu mínútna kuldi í mönnum. Já. Með svona sendingar til dæmis. Erfið sending hérna þvert í gegnum teginn. Já. Og galopið þristur. Já, menn voru, það er svona, það er eins og menn sé ekki alveg klárir. Hilmar Smári fer hérna í kvist. Já, vel gert, erfið flóter, þetta er sennilega erfiðustu skot sem maður tekur. Já. Hef ég heyrt, ég hef aldrei hitt úr þessu sko. Nei, ég segi svona. Ekki á þessum, ekki á þessari öld alltaf reynir að puppa upp stemmingu hérna svona í töff vörn og aðeins að hitta undir þeim. Hlynur gaf honum svona. Já, Hlynur datt frá honum til þess að passa nema hann, já. Þannig að kannski. Það fyrir svona rólega stað. Já, step back þristur hjá Hilmari. Tómas Þórður frákastar. Já, vel gert. Ertu ekki að grínast. Rock tekur þetta í staðinn hann að. Rock reynsa þetta upp. Þetta hefði getið verið skref. Það er þristurinn sem ekki fer niður. Já, svona. Og Hlynur fer á Hilmir. Setur þetta. Það er erfitt að eiga við Hlyn þegar hann fer á stað. Þá hann sé ekki dunglamb lengur. Þarna er villa á Hilmar Smára Henningsson. Það er samt ekkert að detta fyrir þá í svöringana, eins og þessi rúllaði yfir hringinn. Já, en það á nú eftir að koma. Þetta er niður. Staðan orðin 8-6, fór hann ekki seinna niður líka? Jú, það. Þarna sendir Hilmar Smári sendingu þvert yfir teginn á Sjón. Og ég held að Sjón hafi fengið villu þarna. Sýttist mér, já. Þetta var svakalegt hérna. En hann er ekki mjög hraður þessi leikur. Nei, hann fer rólega af stað. Kannski eins og við mátti búast. Þá er svona, það er ekkert svakalegt fjör í honum ennþá. En við gerum nú ráð fyrir því að menn eigi nú eftir að vakna betur. Hér er þriggjastafa skot hjá leikmann nr. 7, Alejandro. Það er eins og hvorugt liði vilji almennilega keyra upp hraðan. Já. Og skref segja Ísur. Já, þetta er glæsileg setting. Hér er Arnar að undirbúa skiptingu. Attu og David klárir að koma inn. Hér er glæsileg flétta hjá vestramönnum. Það skilar þeim stigum. Staðan orðin 12-8. Sean Hopkins fer í þriggjastiga tilraun, gengur ekki, Hlynur frákastar. Það var að táma með þrist. Nei, ekki heldur. Þetta er svona onni og upp úr. Já.
Sækir Hlynur Bæringsson villuna. Já, velkomin í Garðabæ. Kannski vildi hann bara fá skiptinguna. Gæti verið. Ná rotationinni. Já, þetta var hraustlegt. Það var mjög svo. Erfitt fyrir Addu að fá þarna þessi stærri mann inn í svona nálægt körfunni. Það er lítið sem gerist annað en þetta. Það var svona mjúk sending inn á David sem að Marko bara át eiginlega. Þess að það farið niður þá voru vestramenn farið yfir inn í stígi. Svona öllu jöfnu hefði þegið þessa sendingu, þetta var mjög tæft en David ákveður að setja hann út á Tómas. Það gekk ekki eftir. Nei, þetta er ekki spennandi tími fyrir Stjörnuna núna síðustu mínútur. Það er lítið að vera, lítið fínheit. Já. Sjón reynir 3 stiga skot. Robbert fá skrín hann út og poppar honum inn á David. Já, þetta er vallarhefing en ekki góð vörð hjá vestramönnum. Þeir voru alveg tímtir, fóru báðir í hættu við skiptinguna. Þessi fór út af. Nú er skipting hjá vestra, Hugi og Arnaldur inn og hjá Stjörnunni kemur Kristján inn fyrir Sjón. Út að fara Nemeja og Kenja Bosley. Og Kristján Fann var það komin inn að hjá. Já, og hann er bara setur að þrist. Reynir við þrist. Nei, ekki fór hann niður. En sterkt frákast hjá Hilmi. Já, þetta er ég nú ekki alveg sammála að það hafi ekki verið villa. Ágætt fyrir Stjörnuna, þetta var ekki dæmt. Og Arnaldur bara eldir Rob þangað til það er flautað. Já. Það er ekkert af lítið sem er að flauta. Já. Bosley segi ég. Bosley verðist það orðið fyrir einhverju hnjaski. Það er nú verið eitthvað. Kristján Fannar þarf ekki að skjóta. Það er dauðafrýr. Gefur boltanum inn í teginn. Boltinn þarf að komast inn í teginn til þess að geta búið til alveg hættu fyrir skyttuna fyrir utan. Ég var til í að sjá hann Addu vinn minn fara aðeins í gang með að setja 2-3 þrista. Já, hann var nú svona frýr. Þessi er í. Já. Þá setur hann 17-10. Arnaldur. Þetta er skref, en áfram gakk. Þetta er skrítin körfubolti þegar þetta er góð hugmynd. Skrítin körfubolti þegar allir standa fyrir utan þryggjastæðalínuna og engin afgerandi góð skytta. Út af því að vestramenn eru með tiltölulega hávaxið lið innan núna og reyna ekki að fara inn í teg með það. En það er fréttir eru að tíðast að nú var Tómasi Þóruði skipt út til þess að komast ennill leikmannin yfir 2 metrana. Raggi Natt er komin inn á. Nákvæmlega. Stjörnuliðið hefur hækkað umtalsvert við þessa skiptingu. Já, og nú geta þið glemt í að keyra körfunni. Þegar þar er Raggi Natt eða Nattvélin eða hvaða annað flotta nafn sem þið viljið setja á hann, sko. Skjótt, þú kallaði einhver. Já.
Já, vel spilað hjá Vestramönnum. Kristján og Kristján lendi boltinn út af. Þá kemur hérna Bósley aftur inn á. Hallgrímur Læknir búinn að nutta hann til og Robb hérna að reyna að verjast Bósley. Fallgreið, þetta var ekki gott, Raggi bara stóð kjur og hann bara þetta var ekki skynsamlegt. Fór harkalega í gólfið. Og onni með þetta og svo var ég til þess að leikinn stoppaðan. Fallgreið. Já, þetta var ekki gott. Hann stökk þarna upp á Ragga og Raggi bara stóð kjur og já, hann ætlaði að fá snertinguna og greinilega reyna að fá villu en hann bara poppaði á honum. Já, en eins og ég segi, ef þú ætlar að dræfa á einhvern þá veldu þá einhvern annan en Ragga því að hann næri náttúrulega næstu upp í körfuna, sko. Já. En hávaxnastur Íslendinga, er það ekki? Hérna Hilmar Smári inn á og Robb út af skiptingu. Já. Og við byggjum hér á meðan menn svona huga Bósley, sína hann staðinn á fætur og hérna hann fekk einhvern sling á bakið. Já. Við sjá hvort hann hann harkar þetta á sér. Það er samt svolítið skemmtilegt með vestra liðið. Það eru nokkrir þar sem hafa spilað með okkur og þjálfarinn hefur þjálfað hérna og já, það eru auðvitað strákarnir hans Hallgríms, Hugi og Hilmir og hérna svo er þetta Arnaldur, hann er held ég að hann er svona valsari í grunninn en er að spila með vestra og strákarnir auðvitað hans Hallgríms eru auðvitað báðir Ísfirðingar og vestramenn inn í rót, sko. Við fengum að lána það bara í smá stund. Eitt vetur. Svo fóru þau bara að takast á við skemmtilegt verkefni, sko. Já. Og hafa vaxið sem íþróttamenn í vetur. Það var alveg ljóst þegar þið spiluðum okkur að þetta voru alvöru leikmenn, sko. Jæja, nú fær Addu boltan svona þeirri stöð sem hann vill. Og ekki gekk þetta eftir. Það hefur lítið gerst í þessum leik núna á aðra mínútu. Jæja, Ragnar Natanarsson frákastar. Komið 2 frákast. En vilja bara að Raggi njóti hæðar hérna inn í tegnum. Villa og Kristján Fannar. Kom svífandi þarna inn í. Já. Ég hef nú gaman að einhverju samantækt sem ég sá daginn að frákasta hæstu leikmenn úrvalsdeildarinnar. Já. Og hérna þar var hvergi minnst á Ívar nokkur Webster sem tók öll frákast í úrvalsdeildinni bara saumir þá í einhver 15 ár. En hérna ég trúi því nú ekki Óskar Ófeigur ef hann hefur tekið saman þessi statistika að þetta hafi ekki verið á réttum stað. Já, ég er hræddur mann hafi gleymt eftir en þetta er flott hreyfing. Óheppinn að setja hann ekki þarna niður. Þarna bara átti hann boltan út í horninu sem endaði því að Robb setta hann í vestramannin. Ég er nú ekki viss að statistikmál hafi nú öll verið mjög nákvæmt þegar Ívar Webster spilaði með okkur. Spilaði með KR, Borgarnes, Haukum í mörg ár. Var hann ekki með Val líka? Já, með Val, jú. Vittu við, þarna fekk Hilmar Smári boltan út. Þetta endar bara í 17-10. Þetta er ekki stórt, þetta er ekki mikið skor. Er dónalegt að segja að það hefur verið tíðindalaust á Vesturvíkstöðunum? Það er spurning. En við hérna hendum hér út svona einhverju statistikk úr leiknum, úr tölfræðisíðum og þar kannski má fyrst svona telja að í
í skotum þá Stjarnan með 33% nýtingu og svona overall og hérna Vestri 26%. Já, sem náttúrulega mjög lítið. Já. Þeir náttúrulega með 0 af 7 í þristum. En við erum með mun betri nýtingu, við erum með 1 af 10 í þristum. Já, stóðs og svo þetta frákostin þar sem að Stjarnan hefur dómin að saka tölfræðin í 17 frákostum á móti 7 vestramein. Já, en vestramein hafa stólið fleiri boltum, 2. Já. Það 1 og 1 blokk, 1 á lið. Vestra blokki var nú talsett flottara. Nákvæmlega. En þetta svona statistíkin liggur öll Stjörnumegin. Hún gerir það. En 10% þryggjastæða nýting og 0% þryggjastæða nýting þetta ekki úrvalsdeildartölur. Nei, það 1 þristur Stjörnumegin á móti engum vestra ofan í. Já. Þá menn annarkvæmt ekki að spila rétt kerfi eða hérna út af því að megnið af stigum vestra hefur komið inn í teignum. Nákvæmlega. Þetta sér maður nú ekki oft í úrvalsdeildinni. Það spilur bara old school 2-2 svæðisvörn. En 2-2 svæðisvörn, það náttúrulega gríðarlega erfitt að búa til skotfæri fyrir utan með svoleiðis vörn. Vel gert hjá Addu. En málið að þú nærð að hreyfa hana þá galopnar hana. En þú þarft að hafa einhverja viðveru inn í sem heldur vörninni nálægt körfunni og einhverja ógn þar. Ef þú ert ekki með hana þá hérna, geta allir bara farið út í skotmennina. En við erum konar staðaftur og vestramenn sækja hér, gengur lítið og við skulum vona að Stjarnan fari nú að setja þetta í gang. Það ekkert von í hérna, þetta alveg handónýtt báðum einn. Það ekki flóknar en það. Og þannig var erfið sending alveg niður í fætur. Já. Og þetta var leikmaður nú með 9 Friðrik Heiðar sem að mista hann út af þarna. Sprækur leikmaður. En Sjón fer inn á David sem að svona setur þetta auðvelt vonið. Það auðvitað best að sækja auðveldu körfurnar. Já, þarna erfitt matchup. Nemanja náttúrulega að passa David og þeir skipta inn í teignum sem náttúrulega kannski má setja spurningamerki við. Loksins maður opnar, hvað köllum við þetta, markaregningin. Rob tekur boltan hérna upp. Nú skipting hjá vestra. Já. Og það var Bósleit sem kom inn á fyrir Alejandro Rubiera og nú þryggjastæða skot hjá Hilmari Smára úr engri mótstöðu hjá vestramönnum. Og þessi datt. Bara beint ofan í. Þetta var sérstakt. Vona blóðið fari nú að renna eins í mönnum hérna. Maður vil nú sjá svona einhverja aksjón í þessum leik. Nema ég að signaði þessu bara af David og senda hann út í móa. Þá róterar Arnarnir á bekkinn. Ingimundur Jóhansson kemur hér inn á. Fyrir Addu og Hlinur kemur inn á. Fyrir Robert. Og Ingi á að hleypa kraft í þetta. Þetta harðari varnir.
Já, Arnar vill bara få meiri kraft í þetta. Þannig þetta bara, þetta hefði nú haft á hinu einn en Já, allt í góðu. Allt í góðu. Dómarinn í úrvalsstöðu til þess að sjá þetta. Það er svolítið 1 á 1 stemmarinn. Já. Þetta var ótrúlega falleg sending hérna, þveraði bara teginn. Þetta var... David bara klár hérna uppi. Þetta var mjög vel lesið. Það var orð sem ég heyrði daginn svona, hann hafði lobbað á honum. Hann lobbaði á honum. Hvað er svo sem það þýði? Já. En þetta er svona viðspyrnu lítið, Pétur bara róterar, Marko Jurica kom hérna inn á og Hilmir. Þetta eru frjálslegar hindranir þarna. Og þarna var Friðrik að skjóta, 3 stiga. Ingimundur brýst hérna í gegn. David vill bara skjóta. Ekkert að gera skýs. Þetta held ég nú að Hilmar... Þetta er eitthvað sem við flokkum ekki sem fallegan körfubolta. Það getur verið fallegt eitthvað annað en... Já, við þurfum að selja leikinn, þannig að þetta er bara sígandi lukka. Já, sennilega er það þannig. Hilmar Smári bara keyrir á körfuna og lokar þessu niður. Hilmar Smári er búinn að taka helviti flott rönn núna, má ekki segja það. Viltu ekki bara við og Ísfirðingar að hlusta, þannig að þeir eru vanið þessu. Jú. Þannig að hann er búinn að eiga flott rönn núna. 2 körfur og glæsilega stóðsettingu. Þetta er dæmt villa eða fótur, villa á Hlín. Var eitthvað að takast á þarna stórustrákarnir? Já, villa á Hlín. Ég hef ekki frá því að þetta sé rétt bara. Endtakaði þrista. Kallinn veist að þrist er að boltinn hoppar eitthvað og veist aldrei hvenær, þannig að... Já, það er ákveðin kostur við það ef þeir fara onni. Já. Bomm. Ég er ekki viss að það hafi neitt þristur enn farið onni hjá... Ekki hjá Vestra. Hjá Vestra? Nei. Þeir eru búin að reyna alltaf þetta. Hvað segir Tommi? Ætlar hann að setja þetta okkur? Nei. Allt brikkað. Já, hann var eitthvað stífur, hann var aldrei á leiðinni. Þannig er barátta í gólfinu. Þegar maður Vestramenn vinna. Nema grjótærður, það er alveg klárt. Þegar hann bara á Tómas. Já. Og setur hann á síðustu sekundinni, klukkan að brenna yfir og hann... Þetta var flott. Þessu staðan er 27-14. Ekta austur-euróst centra move. Við varum alveg til í að sjá meira af svoleiðis. Það var nú reyndar opinn að fá ekki villu líka. Já. Það hefði nú ekki komið neinum óvart að það hefði verið flautað, en dómararnir eiga nú náðugan dag í dag. Þetta er nú svona, það er ekki mikil átök, ekki mikil snerting. En þetta er eitthvað sem er flokkur sem... Ingimundur tekur þriggjastaðskot og brikkar það illilega, en Tómas Þórður eitthvað því Ingi og þannig boltinn varinn. Flott blokk. Og það var Nem. Vestramenn henda hérna í stórum stíl í... náði
tapaði Sjón baráttunum bolta. Þetta hlýtur úr honum. Já. Og þetta var hérna hann Friðrik. Friðrik Heiðar Vignisson. 27-17. Þetta bara sígur saman. Ingimundur Orri fer á bekkinn og Róbert kemur inn á, kannski að segja þetta keyra upp meira fjör. Nú er Arnar búinn að nota alla leikmenn á skýrslu og Vestri búinn að nota alla nema 2. Nei, fyrirgefðu, það er ekki, Siggi hefur ekki komið inn á. Siggi ekki komið inn á, ennþá. Þetta var Hlynur bara ágætti sendingu hérna undir og hérna var nú ekki að svífa en vestramenn bara klára þetta ekki heldur. Getur vel verið einhver á smurt körfuna var fyrir leik. Það er eitthvað. Sean Hopkins. Báðið þrist. Nei. Nýtingin er bara alveg í nulli hérna í þessum leik. Þetta er svakalega skrítið. Nemanja. Jæja. Það er ekki hægt að kvart yfir því að sé ekki fallegt flæði á boltanum hjá vestramönnum. Nei, þeir spila fínan körfubolta. Og Hilmir... En rosalega ættu þeir að taka önnur skot heldur en þess að þrista. Eða setja þess að þrista ofan í. Já, þeir eru ekki að gera það, En málið er að... Já, Arnar kemur nú einn. Mári hendi einni viðbót. En ég get alveg lofa þér því í hálfleik þegar við skoðum hvar þeir eru að skora þessi stig, þá fyrir utan þennan eina þrist, þá er þetta allt upp í körfuna. Já, bara undir. Þetta er nú eiginlega ekki sanngjarnt að þetta hafi ekki dottið. Villa á Hilmir Hallgrímsson. Það er skipting. Það er Arnaldur og hérna hann Hugi að koma inn á. Málið líka með Nemanja, hann getur ekkert spila af þessu intensity í heilan leik, sko. Að þeir skiptast á að pankast í honum bæði. Í baráttunum þarna undir. Allir stóru strákarnir okkar og það er enginn annar að slást inn í tegnum en hann. Nú kemur ungur maður hérna inn á, númer 10, Þorleifur Ingólfsson. David dauðbrá að hafa fengið boltan. Já, galopinn. Þorleifur, þetta munaði nú engu. Nei. Rob ekki að setja það. Og Arnaldur með þrist. Gengur ekki. Og þetta var Hugi. Þetta var Hugi. Mókaði þessu niður. Hann þekkir þessar körfur hérna í Garðabænum. Já, 32-19. Og Stjarnan sem ekkert er að skilja þá eftir. Nei. En Kristján Þetta falleg hreyfing. Er hér af og Þorleifur mætir honum og fær villu. Nei, heyrðu. Þeir settu þessa villu á Hilmir. Þór Þorláksson, það er gaman að þessu fyrir vinn okkar í Skagafirði. Þeir eru að vinna Þór Þorláksson? Já. Ok. 82-86 og það eru heilar 27 sekúndur eftir. Já, það breytir í sjálfum sér engu annað heldur bara styrkir Njarðvíkingana svona þarna á toppnum. En setur Tindastólu upp í heima líka rétt. Það er aldrei gott. Ég veit svo sem ekki hvernig þeir eru innbyrðis á móti Val og Keflavík. Nei, það er aldrei gott að nú
eru menn að sjá hyggst aftur og aftur hjá Þór Þórðarsson. Já, en það eru kannski, er það ekki alveg eðli málana að þegar komið svona nálægt úrslitakeppni þá svona þeir sem er að berjast fyrir einhverju þarna niðar. En Þórsar eru svo sem að berjast fyrir deildarmeistaratitlinum. Já. Það fyrir enginn í Skagafjörðinn til þess að tapa, held ég. Já, þannig að 2 stig. Nei, það gerir nefnilega Skagafjörður ekki heldur, sko. Þeir hérna fara í leikinn alltaf að vinna. Gleymt 1 stig hérna á stöðuna og nú sendir á Kristján í þrist og Kristján klárar þetta hann að niðri. Getur þetta alveg. 36-21. Þannig, þristurinn sem var á stöðtur. Robb fóðra Kristján og Kristján fór akkurat hinum megin og setti þrist þeim megin á móti. Já. Hann hittir strákurinn. Það er rosalega, finnst þeim spennandi að skjóta fyrir fram að Ragga. Og David Gabrosek setur þrist, þarna dauðafrýr. Bara mokaði hann á sig. Orgnar þungar vestra lappir. Nú er bara skotklukka, leikklukka. Nú. Það er eitthvað hyggst hérna á klukkonum, ok. Tíminn líður. Kristján fiskar hann. Myndatökumaðurinn okkar klúðraði þessu rækilega, held ekki boltan. Hann var að horfa á kanni. Ég er að stríða byggarinn. Allt annað. 1 sekúnda. Það er 1 sekúnda eftir. Það ætti að vera ekki skottréttur, þannig að... Og þau tíðindi hafa gerst að hér er kominn formaður moppufélagsins. Og hér er búið að moppa hinum meginn, þannig að boltinn er bara inn. Þetta var nú ekkert fráleitt skot, en vestramenn skoruðu 3 stigum meira í þessum fjórðung en í þeim síðasta. Ég skal henda hérna statistíkinni hérna út og kannski skildi helst telja að hérna í þessu að stjörnumegin er Hilmar Smári með flest stigin, síðan er David Gavrosek nr. 9 og svo Róbert með 9 og Tómas Þórður hefur frákastað hvað mest og Hilmar Smári á síðan flesta stóðsendingarnar stjörnumegin. Vestra megin er það Rubiero og með 8, Nemanja Knesic með 4 og svo Marko með 4. Og Nem á þetta flest frákostin líka, 5 og Hilmir með 3 og síðan er Kenja Bósley með flesta stóðsendingarnar 2. Nú, ef við horfum á svona stöðuna þá hefur, já, kannski helst skildi telja að stjörnunni gengur sínu betur í þriggjastigaskotunum, hefur með 28% nýtingu, 6 niður. En vestri, það er kannski svona það sem sprengir þennan leik, Skarphéðinn. Það eru þristar 1 niður á 17 hjá vestra. Það er alveg galið. Og svo stjarnan að frákasta sínu meira, 30 frákast á móti 19. Og þetta í tveggjastega eru þau með 47% nýtingu sem er allt í lagi, ekkert sérstætt en allt í lagi. En þeir eru með 5% nýtingu í hérna þryggjastega, það dugir ekki. Ég held við að fá okkur kaffi bara og hérna fresta þessu bara svona fram í hálfleikinn.
En þá erum við komin hér aftur, 1 mínúta 24 í það að leikurinn fari af stað. Og Skarphéðinn kominn hérna með mér. Við getum staðfest að kaffið var gott. Ljómandi kaffi. Og hérna, nú bara óskandi að Stjarnan eða Vestri svona að menn býta aðeins í skjaldarendurnar og gera þetta nú að leik. Já, ég væri til í að sjá vestramenn fara meir inn í teig með alla stóru strákana sína og hérna út af því að í dag henda þristarnið þeim allavega ekki vel. Nei, klárlega ekki. Ég sá hlaupa frá, þú sér þetta Skarpið? Nei, ég geri það. En við spilum þó allavega íslenska tónlist svona til þess að jafna þetta aðeins út. Við kannski laumum hérna statistíkinni hérna út í útsendinguna. En það sem kannski munurinn á Stjörnin og Vestra í þessum leik að þarna eru Hilmar, jú, hann með 11 stig en David með 9 og Róbert líka með 9. Og að við förum neðar að þá. Það svo sem þá eru hérna áhugavert að stemmi nú ekki alveg leikklukkan og startið með Róbert því að þeir segja að Róbert sé bara með 7 en við skulum bara fara hérna í loftið og leikurinn hafinn. Vestri sækir. Og þetta byrja bara vel. Leikmaður númer 7 í Vestra. Robert Alejandro sem að hann kann að spila vörn. Og Sean Hopkins vonur líka betur við körfurnar hérna megin. Og hendir hérna niður 3 stiga staðan 45-25. Þessu ætlaði David að stela allan daginn. Þannig var Sean villu og Karfa góð fyrir Vestra. Og þetta það sem kemur nú svolítið over. Þetta fyrsta villu á Sean og ég held ég hafi bara sveimir þá ekki séð færri villur dæmdar í körfuboltaleik. Rólegur. Stjörnumegin þetta 2, 3, 4, 5, 6, 7 villur. Og Vestra megin 3, 4, 5, 6, 7. 7. Jafnt á komið með mönnum en þarna þetta var það sem ég var vanur að fá í hverjum hálfleik. Þarna hann náði að henda þessu aftur fyrir sig. Og hvað segir Sean Hopkins? Svolítið langt í burtu. Falleg sendi hjá David hins vegar. Og Hilmir ákastaðan. Þú voru að klára þetta. Já, hann gerir það sjálfsögðu. Hendir þessu niður. Vestri nú ennþá inn í þessum leik. Já, þetta Stjarnan ekkert að keyra yfir á. Nei. Og það þristur þetta villa. Skýtur úr erfiðu færi. Þetta villa á nefn númer 15. Sean þarf að hafa svæði til þess að lenda á. Spurning hvort þetta nú bara fyrsta villan hjá. Já, nema ég steig inn í svæði þannig að hann gæti ekki lent annars þegar hann á honum. Þetta 3 skot? Þetta eru 3 skot, jú. Og hann ljómandi í vítaskipta. Ég man nú ekki nákvæmlega hvaða statistikk hann með í vítum en hann fín skytta. Meðaltalið hans eru 15 stig í leik, 6,3 fráköst. Já. Og einhverja stóðsendingar. Hilmir tekur boltan hann upp fyrir Vestra. Og aftur reynaði þrist þegar þeir voru búin að pakka öllu inn í
pakka Stjörnuvörninni inn í teginn. Rob stökk hérna manna hæst og Tómas Þórður með þrist. Já, það var bara jarðar hún í 50 stig, 21 stigs munur. Það er erfitt að eiga við það. Og við fáum þrist, heldur þessi detti? Nei. Marko Juric að skjóta. Já, þarna var menn nú. Þarna var mjög áhugaverð sending hjá Hilmari Smára. Og nefn bara fer undir og skorar. Já, hann er ekta fjarki fimma. Kann allar hreyfingarnar og staðsetningarnar upp á 10. Flottur leikmaður. Og Rob langar bara að gera eitthvað sjálfur. Já. Gengur ekki neitt hjá honum. Nei, ég er að grínast. Nei, það er hægt að búa til einn, en það er miklu vænlegra til árangurs að Nefn sækir á Tómas og Tómas bara gaf þetta eftir. Já, Tómas kom með of nálægt körfunni til þess að geta varist almennilega. Já. Þá er þetta auðvelt fyrir alvöru sóknarmenn. Og hann er líka fínn í vörn. Tómas Þórður skýtur hérna þryggjastega skot með hægri hendinni á þess að stilla hann af og beint honi. Þetta var æðisleg karfa. Það er 20 á millum. Áferðarfalleg sókn. Já. Vill á Tómas. Hann og Nemm eru bara eins og blóðbræður hérna undir. Já, þetta er Þeir elska nú ekki allir dómararnir. Nei, hann vill Davíð Kristján spjalla við Tómas. Já. Þetta var á gólfinu, þannig að það er ekkert vítaskott. Þetta var bara baráttum frákast sem endaði svona. Hilmir tekur hérna þrist. Nei, Hilmar Smári tekur hann. Og þeir skipta ansi hressilega. Þannig að sækir Tómas boltan og fær villu. Já. Hilmir Hallgrímsson tekur boltan hér inn. Þetta er nú... Tómas kom með 3 villur. Já, það er... Hann og Hilmir eru með 3. Svona sitt á hvað. Það er... Marko að setja gullfallegan fljótandi tvist. Staðan er 35-53. Góð sending á Hilmari Smára inn á Tómas. Erfiðar þessar sendingar sem koma niður, ekki frá hliðinni inn í teginn. Það er svo auðvelt að verjast þessum sendingum sem koma. En Tómas fer hér og tekur víti. Tómas er bara svo sterkur að þeir náðu ekki boltanum á honum. Fyrra víti á Tómasi fór nú ekki niður, en það kemur við seinna. Nei, þetta er helst til fast. Og Vestri kemur hér í sókn. Og Arnaldur fékk boltan hérna inn í teignum og vippaði honum onni. David Gavrósek fær hérna 3 stiga skot. Ekkert að gerast. Sean Hopkins pikkar hann upp. Já, þetta er nú með þeim opnari sem maður hefur séð. Flott frákast hjá Tómasi. Og annað flott frákast hjá Tómasi. Þetta var... Þú getur ekki
Þú getur ekki skilið hann eftir. Robb sækjar að körfunni og geggjuð. gott boltaflæði og David Garosek setur hann niður. Geggjuð sókn. Þarna stelur Robb boltanum og það er röð sókn Stjörnumanna. Robb bara keyrir að og vippar hann moni. Klára þetta sjálfur. 21 stig á millum, það dróði aðeins í sundur með liðanum aðan. Þarna gleymdi. Þetta kom annað þristur. Var þetta ekki Alejandro? Jú, það þarf að halda upp á það. Það eru konið 2 þristar. Já. Eða 3, maður ekki hvað það var. Þarna er komið slæmt matchup fyrir og hann tekur samt fade away auðvölda körfu yfir Friðrik. Eða Friðrik, þetta var ekki Friðrik, þetta var hann Mario. Og Arnaldur keyrir á Kristján, fer undir. Steig út af, eða hvað? Já. Þetta hann dæmdi ruðning á hann. Já, það var ruðningur út af hann krækti. Krækti utan að mann, þannig að hann fóð fram hjá hann. Þetta er nú bara önnur villan hjá Arnaldi. Já. Og Atto kominn inn á. Robb skipuleggur hérna sóknaraðgerðir. Það binst allt við þær að koma boltanum inn á Ragga. Gekk ekkert Sjón, náði ekkert meina að berja hann úr höndunum. Já, Raggi ekki sáttur við varnarleikinn sem við spilaði þetta. Á huga. Tekið hraustlega á honum. Já. Alejandro spilar hér vörn og Robb. Já, hann er fínn varnarmaður. Já. Atto með þrist. Nei, ekki vill hann niður. Kristján frákastar. Robb fer bara að körfinni núna. Já, en það er nú bara skref. Þeir eru nú að berjast, þetta er bara hvor við annan. Já, en það er sérstætt að vestramenn mættu Robb við sko vítategin. Vítalínuna raunverulega, þá kom fyrsti varnarmaður í hann. Pakkategin. Góð sendingi Robb fyrir hérna ógnandinn og Sjón bara hendi niður þristi. Já. 23 stig. Og Atto stelur þessu. Já, fín 2 stig hjá Atto og þetta bjóðan til allt sjálfur. Arnaldur að frákasta. Nefn að ég kom með hvað 12 stig. Var þetta ekki nefn sem að setja þetta? Jú. Hann mætir Robb en Robb bara fer undir og framhjá. Það er akkurat málið þegar það kemur, þegar þeir skipta og matchupið er svona þá lappar Robb bara í gegnum þetta eins og hann hendar. Hugi fekk þarna held ég nárahögg frekar en eitthvað annað. Já. Sýnist það. Þarna eru nú er bara Sigurður Rúnar Sigurðsson mættur. Já, ég held að þetta sé bara síðasti leikmaðurinn úr báðum liðum til þess að ég held að sé allir konur inn á. Kannski leikmaður nr. 22 í vestra ekki komið inn á Kristoff. Hilmar Smári
Já, vel gert. Já, Raggi þarna að berjast á móti honum Þetta var flott hreyfing hjá Sigurði, mjög flott. Óheppinn að skora ekki, en gott að Raggi. Hvernig dettur mönnum í hug í alvöru að fara á móti Ragga í svona stöðu? Það er svo gaman að skora yfir hann. Það ekkert gert mjög oft, sko. Attu flottur. Staðan 71-42, Stjarnan svona þingir bara sóknina og grændar þetta niður smám saman. En Vestri setur þarna 2. Það er alltaf að keyra niður tíman. 9 sekúndur. Villa á leikmann númer 6 í Vestra eða eitthvað. Marko Jurica og tekið leikhlé. Tekið leikhlé til þess að stilla upp í eina... Arnar tekur leiklhéð. Stilla upp í einhverja snildar útfærslu og skora öruggan tvist eða þrist. Núna er Stjarnan að keyra hér 29-21. En hefur við að henda hérna upp statinu hérna út. Já. Sem Rúbjerg er komið 15 stig sem er eiginlega megnið af þeim í seinni hálfleik. Og með Maja með 12 og Marko 8 en Stjörnumegin David með 14. Róbert 13, Hilmar Smári 11. Tómas Þór með 10 frákast, það er bara massi. Það er vel gert. Einhvern veginn er á því að þessi leikur hann liggi í 43 frákastum Stjörnunar eftir 26 þriggjastiga skot Vestra þar sem 2 fóru niður. Og þeir eru búin að hækka nýtinguna upp í 7% úr 5%. Já. Þetta var svona play sem að fríaði Kristján. Já, erfiður þristur. Og þá förum við hér inn í undirbúið við fjórða leikhlutan. Og það kannski skildi helst telja ef áhorfendur hafi ekki séð það en þau tíðindi gerðust áðan að Skagfirðingarnir Tindastóll, þeir unnu Þór Þorlákshöfn sem að komu, fyrirgefiði, þetta er heimaleikur Þórs Þorlákshöfnar þar sem að Skagfirðingarnir á miklu rönni vinna Þór 91-85 og Þórsarar eru á, Tindastóll er á geysilegu flugi í deildinni. Já, enda eru þeir mjög vel mannaðir og já, nú er bara eins og staðan er núna, þá er Njarðvík með 32 stig og 21 leik. Þór Þorlákshöfn með 32 stig og 21 leik. Og síðan er Valur með 26. Þriðja sæti Tindastóll með 26 í fjórða sæti. Og með þessum árangri þá er sem þetta hafa orðið víxlun á heimaleikjarétti í úrslitum. En síðan er Keflavík með 26. Og við Stjörnumenn verðum með 24 ef allt fer fram sem horfir hér. En leikur kvöldsins held ég að hljóta teljast vera Keflavík-Grindavík. Það er staðan 11-5, 5 mínútur komin inn þar sem að Keflavík er yfir á móti Grindavík. En leið mér að sjá stöðuna aftur. Keflavík er með 26 og þeir gætu farið upp í þriðja sæti með sigri. Já, þetta er svona alltaf eins og verða vill í lok mótsins. Pínu spenna hérna í restina. Og sérstaklega kannski keppni heimaleikjaréttin sem eru þetta geysilega mikið sverði. Þetta er í fyrsta skipti lengi sem ég held að það séu minnstakosti 6 lið sem geti
sem geti orðið Íslandsmeistari. Sending á Sigga. Já, þá stilu hann bara aftur. Hilmar Smári Stalunum og Kristján óður. Þriðji þristurinn hans. Staðan er 74-44. Frákastaði nú engi stjörnumaður, aftur reyna vestramenn þrist. Já, Stjarnan að spila einhverja svæðis. Hilmar Smári bara lallar hérna að þessu og tekur kontaktinn og setur hann. Og þristur, skildi hann fara niður? Nei. Þetta er náttúrulega magnað, breka svo tann í hann. Hilmar Smári vill bara koma boltanum hratt fram. Nákvæmlega. Þegar kemur út af fyrir Ingimund og að sjá. Hilmar Smári sendi boltan á Ragga sem að náða honum ekki. Attu tekur hann eins og þessi sjóðandi heitur og hendur honum aftur á körfuna. Og Raggi ákveður að contest ekki þar sem að leikmaður Vestra liggur á bakinu. Já, góð hugmynd í smá stund. Hér er Ingimundur að koma boltanum inn á Kristján. Já. Og boltinn út af eftir að hafa snert leikmann Vestra. Falleg karfa. Þarna fór Hilmar Smári bara í feitavei þrist. Staðan er 79-44. 40 stiga munur en ekki langt undan. Þetta er skref, áfram gakk, á meira skref. Þannig bara naut Hilmir þess að taka svona Eurosteppið þarna í restina. Já, ég var ánægður með þetta. Ánægður með þessa körfu hjá þér. Þú vilt bara fá baráttu svona. Ég vilt fá baráttu í þetta og hann gafst aldrei upp þó að það væri búið að berja á honum og svona ýmislegt búið að gerast. Hann sendir Ingimundur boltan í lappirnar á sjálfum sér. Ingi heldur áfram að angra á hana frammi. Já. One segir hann. Hvað sem það er nú? Þannig reyndu þeir að fara á Ragga. Tómas og Raggi vörðusboltanum. Kristján kemur óður hérna að. Ætlar að setja í Raggi. Pundar á hann með fingurunum og klárar þetta 81-46. Og Ragnar kom með 4 stig, þetta er ekki 6, jæja, 4 stig. Seinni línan hjá Stjörnunni inn á kannski fyrir utan Tómas. Þarna kemur þristur, hver var þetta? Númer 6, Marko. Siggi kominn á blað. Ég er ekki frá því að já, fyrir utan Ingimund, þá hérna... Var þetta þristur? Þetta var þristur, já. Það er nú, þessi stóru strákar, þeir eiga og geta flest allir skotið 30 stiga skotum. Já. Þarna mætir Ragnar Nathan Jansson og stoppar
Ingimundur. Já, Ingimundur átti bara að fara sterkt upp, ekki undir. Ekki undir körfuna. En talandi að þessi stóru strákar geta allir skotið, þá áttu við vantanlega við stóru strákana í Stjörnunni. Nei, ja, bara almennt svona, þessi drengir eru bara allir að æfa sig í þessu. Já. Það bara flott. Já, þarna kom þristur. Þetta var Marko. Þetta vinnur okkar Marko. Og hann nú aðeins að setja þau núna. Hann komin í 14 stig og já, næst stigahæstur. Hann svona læðst í að skora 14 stig. Og þarna síðast Stjörnumaður til þess að setja sveitina á leikinn. Já. Og hafa allir liðsmenn Stjörnuna skorað og Þorleifur Ingólfsson svo eini sem hefur vestramegin sem ekki hefur skorað. Hann býður hér eftir skiptingu. Eru tveir, það Þorleifur og Kristóf. Já, Kristóf sem að og ef að hérna svona talandum Vestfirði og ættmennsku og annað, þá Þorleifur örugglega sonur Ingólfs Þorleifssonar ef ég þekki það rétt. Þorleifur Ingólfsson, ef að veðja á það? Já, hann sonur Ingólfs Þorleifssonar, það að segja körfuboltafrömuðar á Vestfjörðum. Settum honum góða kveðjur. Já, bara fullt af öðrum góðum Vestfjörðingum sem við setjum góða kveðjur. Já, sendum bara bestu kveðjur og vonandi bara blómstra körfuboltinn á Vestfjörðum. Þannig að ég veit ekki hvort það ber að segja að einhver lendi í einhverju, Raggi brýtur af sér. Þetta var nú ekki mikil villa eða merkileg, bara sorry. Nei. Þarna var 20 cm minni lágastnæri leikmaður að íta honum og hann ítti tilbaka, en svona þetta. Ég hef sett villum með hennar stíginn vitlaust, staðan 86-53, byrst afsökunar á þessu. En já, fallega gert. Þarna fyrir Hýi bara að. Hún klárar 2 stykki niður. Þarna fáum við þrist annan. Já, menna þetta. Aðeins og lár. Þetta ruðningur. Hver tók ruðninginn? Var þetta Siggi? Þetta var Siggi. Það var pínu lítil hreyfing í honum en ekki nógu mikið til þess að vera vill. Þetta líkaði þér vel skarpiðin maður. Þetta fíla ég. Djúsi slæti. Já. Það hvað segja þér? For the beauty of the game. Akkurat. Það var nú hugsanlega pínu på hans vill á varnarmanninn en hitt. Það ekki meiðist, þá mér alveg sama. Þetta var stórkostlega falleg hreyfing. Kristján, yndislegt play, menn eru auðvitað bara frjálsir í svona þegar þeir bara allir ábyrðin henda á þá. Já, þetta var vel gert. Upp og sí. Tómas frákastar, við erum auðvitað með 2 stóra 2 metra menn hann undir. Já, og næstu því 3 metra. Raggi með sendingu á fingurnar, slær bara. Já, þetta var villa allan daginn, en allt í góðu með það. Og sendingi í lappir. Já, velkomin. Var þetta ekki Arnaldur? Hann ætlaði sko ekki að láta hann. Nei, sko. Þetta var alveg blokk og ekki fyrsta blokki hans í kvöld. Sendi boltan bara út í móa. Já, þeir komin út á fótboltaöll. Og talandi sko feður, þá eru þetta Arnaldur sonur Gríms Atlasonar. Með góða Vestfjarðarót á bakvið sig. Já, ég þekki Grím. Þó hann sé nú alveg upp, hann er örugglega alveg upp í Hlíðunum. Það þekki, sem valsari. Eða káringur. Já, það er káring. Grímur Atlason, ég spilaði með honum í Old Boys, hann reyndi í mörg ára að blokkara með það, ég held að hann aldrei tekist. Nei, ég vona að sé að hlusta.
Nú tónlistarstjóri Stjörnunnar, Hilmar Júlíusson, kominn hér í Grikkjan Sorpa. Aðeins að reyna að ýta smá krafti hér í áhorfendur. Við erum auðvitað hérna á mánudagskvöldi. Mánudagskvöldi. Það sem við getum glaðst yfir hérna ef við skoðum stígutöflana hjá okkur. Það sem við getum glaðst yfir að þarna eru hvað? 1, 2, 3, 4, 5 í liðinu með meira en 10 stig. Já. Og Hilmar Smári og David Garosek eru báðir með 16. Og menn svo sem bara með hanglaði yfir hausnum og fíla hérna báðum megin svona lykilmenn. Það er bara betra. Þá menn bara að njóta þess. Þorleifur brýtur af sér hérna. Kristján sækir á hann stíft. Þeir eru báðir með svona, með gleraugu. Íþróttagleraugu. Með styrk. Var það ekki Karim Abdul-Jabbar sem spilaði með svoleiðis? Já, og hérna Kurt Rambis í gamla daga. Kurt Rambis var eiginlega með svona hermannagleraugu, sko. Það var svona Vietnam-gleraugu nánast, sko. Kurt Rambis var líka svona glerharður fjarki fimma sem var ekkert lamp að leika sig við. Þarna skaut Arnaldur og Raggi frákastaði. Ég finnst körfunar hér í Áskarði ekkert vera neitt voðalega mikli vinir vestra. Og Kristján Fannar keyrir bara sterkt á körfuna. Og hvað, fékk hann körfu góða? Já, villa körfu góð. Antoine eins og einhver kallaði það. Já, og Kristján með þessu áframhaldi þá verður hann bara jafnhára stigum eins og David og Hilmar Smári. Það er einmitt gott að hann var að setja sitt 16. stig núna. Það er gott að loksins. Hann er með fallegt skot. Hann skaut Arnaldur og sett hann bara niður fallega. Fallegt skot. Hérna. Silkimjúkt. Kristján skjöldum með reyfaboltan. Ingimundur allar að geta reyfaboltan. Hann ætlar bara að skora. Skora sjálfur. Endvon. Þetta er nú samt að það aðeins auðvitað körfur. Talandum feður, þá eru þetta pappi Ingimundar, Jóhann Steinar Ingimundarsson, formaður Ungmennafélags Íslands. Og Ingimundur hefur auðvitað þá sérstöðu hér í salnum að vera bæði Íslandsmeistari með Þór Þorlákshöfn og bikarmeistari með Stjörnunni. Þarna áttur á móti Menni þið ekki gaman að drippla hansum. Arnaldur bara allan að hendi í þetta. Hann hefði nú getað klárað þennan. Óbásið, já, vel gert. Þetta var mjög vel gert. Kristján bara keyrir í þöguna. Settur komin í 18 stig. Hann ætlar að vera stiga hæstur hér í dag, Stjörnumönnum. Búinn að setja bara mótorinn í gang, sko. En Þorleifur, já, hann setur þrist. Gullfallegt, silkimjúkan, svona aðeins út á hlið. Það var allir kannur á stig, nema Kristoff, sem ég er ekki eins og vissum að sjá. Er hann bara hér í húsinu? Þarna steig hann inn og þarna voru dómararnir ekki að fylgjast með. Arnaldur stóð bara fram að henn. Hann stóð fyrir utan, steig inn og tók boltan. Það má ekki í minni bók, en kannski vilja dómararnir bara fara að klára þetta og komast heim. Nýr þáttur á Love Island eða eitthvað sem þið eru ætla að sjá.
Það væri nú gaman að sjá þetta í 3 stafa tölu. Bara svona upp á stemninguna. Já. Arnaldur bara sjóðandi, sko. Sjóðandi. Hvað hann komið með mörg stig? Fekk hann bara tvist, eða hvað? Þetta var tvistur. Það var tvistur, ég sá þetta var hann ég held að sé búin að skora öll þessi stig núna bara á síðustu. Og Siggi þarna. Það var fínt skot, það var óöfinn að færi ekki niður. Þetta er Ruðningur aftur. Siggi með þetta. Tókar annan Ruðning. 2 Ruðningar á stuttu tíma. Hann er nefnilega með ekkert með sko æðislega varnarstöðu en hann er hérna. Já, og Siggi er nýbúinn að með heilmikið hár og lufsu og svitaband og nú er hann nýlega búinn að klippa sig. Já, og er bara miklu kraftmeiri eftir en áður. Bara ef foreldrar hans er að horfa þá bara gút og sá okkur að setja strákinn í klippingu. Það er Kristjánur óður. Þetta var létt. Keirir hérna og Raggi dreður og eftir honum. Kristján er að fara að skjóta hér 2 vítaskot. Þetta var Arnaldur sem að fekk þessa. Þetta er nú bara hans 3. villa. En Arnaldur er búinn að halda þeim á floti núna síðustu. Já, og þetta hefur nú ekki verið svona erfiður leikur í dómgæslu held ég. Nei. Ég er ekki vissum að það hafi allir einu sinni flautað í. Þetta var 19. stig Kristjáns og 20. stigið hans og Stjarnan komin í 99. Þetta er ekki bara ágætt að enda þetta svona. Nei, við viljum fara með þetta yfir 100 og við viljum reynda að gera það í öllum leikjum Já, þú er að gera þetta Ragnar Natanarsson bara nú er 12 á skotklukku. Það eru 18 eftir við síðustu 4. Síðustu 6. Já. Og þetta var nú eitthvað skrítið. Endar á því að Já. Herðu, hann raðar sér núna. Bara setti frist og gaf Stjörnunni 10 sekúndur í að koma boltanum upp. Ég ætla að vona Ingi bara dreifliðu sig hérna út. Svona siðferðilega er það gert. Það gera menn þessari stöðu. Já, ekkert annað. Við þakkum Vestramönnum kærlega fyrir leikinn og fyrir komuna og ég veit nú ekki hvort að við kannski hendum út hérna smá statistík hér í endaðan leik og þá eru þetta 56 frákost Stjörnunnar á móti 40 frákostum hjá Vestra og ef við horfum á stigahæstu menn þá er þetta Kristján Fannar Ingólfsson hjá Stjörnunni og Rubiera Rapasso Alejandro, með 16 stig Vestramegin og Nemanja Knevits er með 10 frákost og Ragnar Natanarsson með 14 kvikindi. Það er engin annar að taka frákost þegar hann er inn á. Svo í stóðsendingum þá er Hilmar Smári með 7 og Rubiera með Alejandro með 4. Það sem er kannski merkilegt við statistíkin er að horfa á að hún er öll Stjörnumegin nema Vestri stál 9 boltum á móti 5 hjá. Já. Herðu, við ætlum bara að ljúka þessari útsendingu, þakkum kærlega fyrir okkur og næsti heimaleikur Stjörnunnar er í Smáranum. Þannig að við þakkum bara kærlega fyrir okkur. Já, takk fyrir okkur.